Nökkvifjallar. Ég var að hugsa einhverjum svona skilgreiningar sem ég veit að þú ert ekkert að skilgreina sjálfa það mikið. Þannig að ég segi bara Nökkvifjallar og fólk bara verður að tengja það sko. Velkomin 24/7. Takk. Ég fekk það einmitt nátt frá fóreldrum mínum. Já. Ég titla mig sem einmitt Nökkvifjallar. Já. Hjóla í þetta bara. Já, byrjum bara strax í látum. Strax í látum, henda okkur beint í þetta. Það er ekkert að staldra við sko. Þetta eru spurningar sem við förum í gegnum og alltaf svona mismunandi spurning í byrjun vanlega og síðan tökum við einhverjar förum út í einhverjar alvöru pælingar út frá því. Botnaði þetta að uppfylla möguleika sína gera sitt besta allar dag, allir stundum. Gera sitt besta allir dögum, allar stundum. Já. Og ef maður fokkar upp þá samþykja það bara og halda að gera sitt besta sko. Já. Ég myndi segja að það væri klárlega að uppfylla möguleika sína að gera sitt allra besta allum stundum sko. Og og þetta viltu fá meiri skilgingar? Já, bara eins og þú ert að býðast henni ykkur? Já, ég bara að hlusta. Þú varst þetta ekki nógu fullnægð? Já, nei, sko sumi halda ekki að vera ekki fljótur að svara, þetta er mjög gott svar sko. En það má vera einhver svona það má vera meira umræður. Já, þegar þú veist, þú ert sko, þú hjálpar ef þú skilgreinir einhvern hátt, ekki því kannski það sem þú gerir, þá ert að hjálpa fólki að uppfylla það sem ég býr. Þannig að þess vegna fannst mér áhugavert að fara í sumræði því að ég veit að þú ert allavega að því að bara þekki ég vel og ég veit að þú allavega ert að leggja þitt allra besti að bæði hámarka sjálfa þig og því fólki sem þú vinnur með. Algjörlega og það einmitt það sem að ég tel vera tilgangi minn á þessu tímpúti í mínu lífi að aðstoða aðra að vera best útgáðan sjálfur sér og einmitt ef við talum þetta er náttúrulega fullt að þetta botna þetta er náttúrulega að uppfylla möguleika sinna að gera það sem að segist alltaf að gera. Já. Ef þú segist alltaf að gera eitthvað, þú veist þetta getur að breyst en ef þú langar virkilega til að gera eitthvað þá myndi ég segja að það væri að uppfylla möguleika sinna með að gera það sem þú segist alltaf að gera. Þannig að maður getur talað hvað sem en lengi sem maður ekki einhver hegðun eða einhver Getur allir talað sko, þú veist, maður búin að vera ég er búin að gæfa ykkur að fá að vera í kringum mikið góðu fólki og sumir tala meira og gera minna sko en sumir ná að tala og gera sko og það er svona það sem ég veist vera að uppfylla möguleikan sína, er að gera það sem maður segist alltaf að gera. Setja sér markmið, skuldbinda sig. Áttum gott að spjalla áður en við mættum inn skuldbindingu eða heitbinding eins og okkar maður Guðni Gunnars heitbinding, já sjátt á Guðni Gunnars þannig að það var svona að einmitt bara dedicata sig góri íslensku. Já, algjörlega og einmitt að gera það sem maður segir því að þú veist maður getur sagt hvað sem er en eða gjörnaði fylgir ekki, þá er það náttúrulega bara orð sko. Það er máli sko. Og einmitt að, þú veist, og það er alltaf lægi að breyta skoðun sko, það er alltaf lægi að skipta og það er alveg alltaf lægi að að gera það allt saman. Þú veist, maður þarf ekki vera það svona, maður þarf ekki að taka þetta svona bókstaflega, maður þarf bara að gera allt sem maður segist að gera, en ef maður vill gera það og trúir því að þetta sé gott fyrir mann, þá hvet ég alltaf til þess að nýta einmitt að uppfylla möguleika sína og gera sem segist alltaf að gera. Okay. Ekki, þú veist, að því það er ekki nógu, að því það er erfitt, þú veist, ég ætla að gera þetta en það er bara svo erfitt að gera þetta. Þá ætla ég ekki að gera þetta, skilur. Þú veist, það er ekki ástæða fyrir að gera þetta, skilur. Gera þetta ekki, segi. Ef þú missir trúna á sjálfu þá bara hvet ég til þess að leita aðstoð til þess að byggja upp trúna. Og þar sem þú fór lánuð að trú frá öðrum til þess að geta byggt sig upp. Og það finnst mér svolítið áhvert að þegar manneskja segir bara segist alltaf að gera eitthvað. Svo segir við manneskjuna, spyr ég manneskjuna bara, ok, hvað klikkaði? Bara, þetta var erfitt eða bara gat þetta ekki, eða kunni þetta ekki, eða nefndi þess ekki, eitthvað svoleiðis. Það er ekki, að mínum frá mínu bæjardyrum finnst mér ekki alveg í lagi að breyta hlutunum, lagi, þú veist, fólk má gera sem vill, en að breyta hlutunum út frá því að þetta séu ástæðanar. En ástæðan er bara, ég prófaði þetta, ég gerði þetta, ég fann það bara hjá mér að þetta er ekki alveg málið. Bara finna Excel, maður veit alveg munin á söðrunum sko. Og það er leiðandi, gera sem segist alltaf að gera og ef það er partur af þínum svona missionu og þínu tilgangi sko. Algjörlega, þetta er ég og Óli Stef tölum vorum að tækla setningunum sko, aldrei of seint að gefast upp og þá vorum eiginlega með þessa nálgun að var rauninni, þú veist, ákveður að gera eitthvað, vertu all in í því, skilur mig og þó að vera erfitt, þá heldur áfram því að það er erfitt það sem þú vilt og svo framvegis en síðan ef það er ekki eitthvað sem þig
langar til að gera, þú finnur búin að vera í einhver langa tíma og gefa allt þitt í það, þá það kannski, þá stundum þarf maður að gefast upp, gagnvart því. Algjörlega. Því að þá kannski getur maður gert eitthvað annað og varir kröftunum sínum í það. Þannig er svona, þetta alltaf tókstættu hér og þar maður. Akkurat, það er ekkert sem heitir algott eða allslæmt. Það er gaman að velta þessu fyrir sig bara einmitt og eins og segja, gefast upp á hlutum sem það er ekki alveg að veita bara fyllingu og bara veljan, skilur mig. Og þá er ég talað til, þú veist, að maður horfa til lengri tíma, ef ég held áfram að gera þetta í x tíma, mun ég mér finnast það, þú veist, mun að hjálpa mér, en mun ekki, skilur. Af því að það er mjög auðvelt að velja náttúrulega skammtíma ánægð, en náttúrulega fram með langtíma veljan, sko. Eins og við mótt tala við elskum að bæli því möguleikar, já. Það er alveg ákveðin sko, kunst átt að sjá því hvað er actually skammtíma ánægja sko. Og hvað er actually langtíma velja, þú veist, þetta er alveg kunst að fatta þetta sko. Og pæli í þessu, hvað er þetta að fara að gera fyrir mig til lengri tíma og þegar maður finnur svona rytma, mynstur maður alltaf það reykast einhvers þar á, en þegar maður finnur mynstur og rytma í þessu, þá getur maður og skoða þetta, þá getur maður klárlega lágmarka skammtíma ánægjana í langtíma veljan sko. Þegar maður er eins og skoðandi að vera meðvitaður og rauninni hvaða ákvarðanir hafa, hvaða áhrif á mann og svo framvegis. En ég held að þetta sé klárlega og þú nefndir sko að gera sem maður segir. Ég held að þetta sé líka annar lykill að því að uppfylla sína möguleika, það er að fórna skammurinn ánægði fyrir langtíma veljan. Og til við útskýrum það, þá er það bara í rauninni, þú hefur valkostum 20 í grunninn í hverju einstu augnabliki. Þú veist, þetta er snúsað að vakna, sofaði, horfa á hana þátt, þetta er óholla máltíðin, þetta er, þú veist, læra eða ekki læra, læra eða fara á YouTube, skilurðu, þetta er allt þetta og þarna hefur... Eða læra á YouTube. Eða læra á YouTube, það er náttúrulega líka á. En það er alltaf valum, sko, hvort að oft er þessi skammvinna ánægðan sem öskar meira á þig, þú veist, að við viljum frekar gera sem er þægilegt og svona að hljóma betur að snúsa heldur en að vakna, það er erfiðar að léttar að snúsa heldur en að vakna í rauninni. En síðan þegar við snúsum eða borðum óholla máltíðina eða við vökum lengur og svo minna og svo framvegis að þá verðum við ósátt með okkur eftir á. En leiðum við fórnum sér skammvinna ánægði með út því við vitum að það að við förum fyrir að sofa eða við förum að læra inn á YouTube eða lærum stæðan fyrir að horfa kattavídeó og allt þetta. Eða læra kattavídeó. Eða læra af kattavídeó. Þá vitum við það læra af kattavídeó það er lært um það alltaf læra ýmsu í lífunum Ég með verið bara bókasafnum að horfa á það en þá veit maður það þá tekur maður þá fórn í augnablikinu að maður kalla fórn nema gæsalappa og maður dregur ávinninga því til lengri tíma því það færi maður nær þeim einstaklega sem maður vill verða og maður græður æfir framhaldinu því að þú ert ekki bara þú í augnablikinu, þú ert þú eftir 3 tíma, þú ert þú á morgun, þú ert þú eftir viku, þú ert þú eftir 3 mánuði og þú eftir ár, þannig að þú ert ekki bara þú núna, því að það sem þú gerir núna hefur áhrif á framtíðina, en það var smá röndum. Ég fílaði, mér finnst ekki að ég elska svona rönd, sko. Þú veist að ég dýrka svona rönd og mikið fyrir þann sem að hlusta núna að þetta er eitthvað sem allan að persónulega finnst mér skipta miklu máli, sko. Þetta er held ég bara að leikslunum á því að uppfylla sem í sig býr. Algjörlega. Og þannig að þú veist eins og með, þú veist hvernig mannskjarni kannski, þú veist, sá sem er að hlusta, þú sem er að hlusta núna og horfa, er pæla, þú veist, hvernig get ég átta mig á þessu? Það er að, svona, fyrir mig er allan að skoða hefðunum mína. Fara yfir daginn, þú veist, hvað gerði ég vel í dag? Hvað hefði ég getið gert betur í dag? En með einhver vangaveltur eitthvað, þú veist, aðeins að, þú veist, þetta tekur ekki langa tíma aðeins að skoða tilbaka hvernig dagurinn var. Og ef maður gera einu sinni 2 í viku, skiljum, þá er alltaf betur en ekki neitt, skiljum. Og kannski komin í, þú veist, ef maður byrjar að gera þetta einu sinni í viku, skoða bara hvernig var vikan. Hvað gerði ég vel í vikunni? Hvað hefði maður gera betur í vikunni? Einhverja vangaveltur eða eitthvað sem mér er detta hug sem ég get skrifað niður og þá var það náttúrulega frábært, skiljum. En ef þú skrifar ekki niður, þá náttúrulega ertu ekki með, hvað sé, þú veist, bara, maður heldur alltaf bara að gera það alltaf, hvernig einasta degi allt svoleiðis, en bara einu sinni í viku er nóg til að byrja með, sko. Því að eitið og mun vilja, sko, þú veist, þetta verður ákveðin svona, þetta verður partur af langtíma veljan, sko. Það átt að sjá hvernig maður hafa sig, sko. Já, ég held að sé þetta að verða í rauninni líka bara meðvitaður eins og meðvitaður sína hegðun og sína ákvarðanir og síðan eftir það að, þú veist, ekki bera sig niður fyrir að maður stígur sliðaskref, sko, en bara að axla ábyrgð á því í framhaldinu, í gær var ég þarna og ég tók þessa ákvörðun, ég leið svona eftir hana og í dag líður mér svona og ég hefði viljað gera þetta öðru sí. Þú veist, ég er ekki hálfvitað að það með mistök, sko. Ég bara,
ég gerði mistök, skilur mig, og ég get lagað það næst, algjörlega, og það alltaf lægum að gera mistök og fokka upp, sko. Það þú varst að tala á þess að hollu og óhollu máltíð, það er svo áhvert, sko, að þú getur verið að borða, við náttúrulega áttu þetta góða samtal áður, þú getur að borða máltíð sem óholl, skilur mig, í einhvers konar líffræðilegum skilgreiningum, skilur, en holl fyrir sálinum hans bara að bara borða góðan mat, með sem sagt, þú getur bara með x-máltíð fyrir fram skilur, og hún getur orðið óholl leið og berði niður fyrir hann, skilur. Já, nákvæmlega. Það áhugavert, sko. Þá þarfum við að hugsa, af hverju var ég að berja mig niður fyrir þessum máltíð? Er ég búin að borða þetta of oft? Er þetta ekki orðið gott fyrir mig, þú veist, fyrir líffræðilega? Það er talað það ef ég borða of mikið af sykri og borða of mikið af einhver svoleiðis, þá verð ég dasaðari, þú veist, þá verð líffræðin minn fyrir að toga hans í mig, skilur. Ég var ekki verið best útgáðan sjálfur mig líkamlega, þú veist, ég finn fyrir þingslum daginn eftir, ég finn fyrir að ég sé ekki skoður á æfingum ef þetta gengur oft, skilum, ef ég myndi gera þetta í langa tíma. En hver munurinn á þessum hollum og óhollum, það finnst mér persónulega klárlega hvað ég gef þessu þýðingu hver skipti. Algjörlega. Máltíðin ekkert óholl ef að ég fæ mér eitthvað líffræðilega vont fyrir systemið mitt, og fólk mismunandi, sko, fyrir mitt system, ef ég í góðra vinna hópi og þetta fögnuður sem að bara á svona einhver x fresti sem fólki finnst bara þægilegt fyrir sig. Já. Og þá kemur bara endurnærður út úr því. Algjörlega, af því að þú veist félagskapurinn það hluti af heilbrigði og velíðan og öllu þessu, sko. Akkurat. Þannig að það ekkert bara óholla máltíðin, sko. Þetta nákvæmlega bara þegar munstrið þess vegna var það kannski sem varst að nefna, væri erfitt að stundum að átta sig á þessu, hvað hvenær tilefni til þess að, þú veist. Akkurat, manneskjan bara, einstaklingur sem að hlusta núna, geti kannast við það og sjálfur allan að hefur verið þá stundum var. Klálega, þáttur að maður sé mikið að pæla í þessu, þá kom alltaf þessi blind spot og maður með endalist á blind spotum. Og en þá kemur pæling bara, hvenær hluturinn hollur fyrir mig og hvenær hann óhollur fyrir mig. Þetta sami hluturinn, en hvernig getur hann verið bæði, skilur, og þá þarf maður bara að fara og skoða með þessa og þekka inn á sjálfum hans, skilur. Þú veist, ég veit hvenær það tilefni fyrir mig í flestu öllum tilfellum að borða eitthvað sem kallað óhollt í líffræðilegum samhengi, sko. Það þegar ég með, sko, mínu besta fólki, við erum að fagna einhverju sem við höfum verið að áorka að gera, það þarf ekki alltaf að vera eitthvað peningu upphæðir að þetta, það ekki sem bara við gerum okkar allra besta, og það oftast þannig sem að mjögast árangur, og bara ef ég gerum mitt allra besta, þá ég að fagna því með x mat fyrir fram að með hvað sem þetta og þá bara kem ég endurnærður út í næsta dag og það mun hjálpa mér til lengri tíma, sko. Algjörlega, ég held að sko að þetta vefjist fyrir mörgum, þetta félagslega og heilbrigði og svona, en að þetta sé ákveðin dans sem maður að finna út fyrir sjálf sig, sko. 100%. Og fólk mismunandi. Já, algjörlega. Það ekkert eitt sem að verða fyrir alla, sko. Og ég eins og bara í þessu podcasti og allir sem ég segi, þú veist, ég tala alltaf bara frá mínu hjarta og mínu upplifun, sko. Og ekkert algilt eða eitthvað rétt eða ránt, sko. Nei. Bara nákvæmlega sem ég upplifað þessar stundu, sko. Já, nákvæmlega. Hvaða bók hefur haft mest áhrif á þig? Hvað lærði það af henni? Klikkur spurning. Það náttúrulega rosa margar bækur sem hafa haft áhrif á mitt líf, sko. Og ég myndi segja, sko, að svo sem að byrjaði minn áhuga og svona forvitni fyrir því að vera best útgáðan sjálfur mér 7 Habits of Highly Effective People, þessi Stephen Covey, og ég nefni hana bara því að hún var svo fyrsta sem náði svona einhvern veginn virkilega til mín. Þarna ertu með bók sem að fara yfir það hvernig maður getur bara verið proaktiv, hvernig maður getur verið, þú veist, ekki að react alltaf umhverfið, og til þess að skýra það betur út bara það að þú velur það sem þú átt að gera, en það hlutin ekki að velja þig, og mér finnst góð líking sem að svona góð íslensku bara, þú veist, þú ert að panta hlutin ekki að panta þig. Já. Og það svo oft sem við erum að bara dettum í það að vera pöntuð, þá þetta bara ding í símanum, notification, hvað sem það getur verið, og maður bara allt innu bara að fara eftir einhverju allt öðru heldur maður kannski vill endilega sjálfur. Og þessi bók allan að hjálpa mér mjög mikið með það, sko. Og svo náttúrulega bókin ef ekki náttúrulega með eitthvað pælingar með 7 Habits, hefur þú einhvern tímann hefur þú tekið hana? Nei, ég vil langar að lesa hana. Já, ég teki hana, hún búin að vera listan lengi, sko.
En já, einmitt þetta að vera, sko, minnst að vera proaktiv af þessu reaktiv, sko. Að velja þá, þú veist, eins og ekki fá skilaboðin og bing, fara að svara því þú ert að gera eitthvað annað, en að velja bara sjálfur að fara og svara skilaboðinum og svo framvegis. Ég myndi nefna kannski bara eitthvað 1-2 sem hjálpaður að vera proaktiv en ekki reaktiv. Það bara nákvæmlega sem þú ert að lýsa hana, þetta raun það sem að fólk í kringum mig hataði mig, að ég svaraði mig sínist. Eða líka elskaði mig að því þá fara aðteklina sem að skili þeirri með þeim. Já, nákvæmlega. Þetta eru tveir pólarna, sko. Að því ef ég er með einstakling, eins og bara núna, þá er ég ekki að pæla því hver er að senda á mig að gera eitthvað því ég er búin að þjálfa mig til þess að vera hér og það finnst mér gífilega mikilvægt að vera proaktiv að vera náttúrulega hér og taka ákvörðun út frá því og eins og talar ég eftir 3 klukkutíma og allt þetta þannig ég þarf að taka ákvörðun út frá því að vera bestu útgáfan af mér og allt þetta í dag sem samt mun hjálpa mér að vera enn betri þá á morgun, skilur mig. Þáttur ég sé að pæla meira að vera betri í dag en í gær, það er markmið mitt, en þá verð ég líka að pæla í það hvernig ég get verið betri á morgun, skilur mig. Og en það er mjög góð punktur með til dæmis símanótkunna. Og fyrir þá sem eru mér bara næstir og hlæja mikið af þessu örgulega núna að hlusta á þeim þetta að ég verði að tala að það sé það besta og mögulega versta að ná ekki alltaf í mig, sko. En svo er það líka bara það að fyrir mér er svona skipulag hvort það sé bara kalender eða dagatali eða þú veist hvað sem maður getur kallað þetta dagbók eitthvað og velja það sem maður ætlar að gera í dag að þegar ég vel það sem ég ætla að gera í dag auðvitað koma dagar sem að ég spotta bara að bara hey wow, ég var segja já bara því að ég var gæti ekki sagt nei í einhvern fundi eitthvað svoleiðis, skilju en það er alveg lágmarka það með að velja hvað maður ætla að gera og fyrir mig hverjum eins og degi skiptir máli að ég segja að velja hluti sem að hjálpa mér áfram og að gefa mér þessa langtíma veljan sem við tala sko. Og þú veist, ég vil virkilega vera hér sem við tala þetta í góðan tíma en núna finnst mér bara akkurat það tíminn til þess að vera hér, skilju það var bara valinn tíminn til þess að koma hérna og það leiðandi get ég deliverað eins vel og ég mögulega geta því að ég í flestum tilfellum og er ég að velja hvað ég er að gera og velja það, sko þannig að ég myndi segja að klálega væri þú veist þessi hlutir að auðvitað er ekki allir í sinni stöðu, þú veist, ég áttum á því að það eru örugglega, já, bara ég veit ekki hver hlutfalli er á þeim sem er að hlusta eða þeir sem er í samfélaginu geta valið hvað er að gera í dag það er rare En kannski bara, hvað skiptir mér mestu máli að gera í dag? Byggt á hvaða aðstæðum ég er í? Akkurat, klálega, því þú ert að brúa bilið. Þú ert kannski á stað núna sem að þú vilt ekkit endilega vera á, en þá þarftu að byrja á því að samþykja þann stað. Ok, ég er hér núna og ég ætla að samþykja svo ég get unnið áfram. Ef ég er í afneitun og viðnámi gagnvart því, þá er ég alltaf að fara að halda áfram að vera á hjólinu af því þá viðurkenni ég ekki hvernig aðstæðnar eru ég viðurkenni kannski ekki að mér líður ekki nógu vel, ég viðurkenni ekki að ég er ekki nógu góð jobbi eða hvað sem er, þú ert alltaf að samþykja sjálfa eða samþykja aðstæðnar sem þú ert í til þess að geta unnið út frá því og þess vegna er það einmitt mjög góð punktur að þú sem ert að hlusta akkur núna, þú ert í ákveðnum aðstæðum og það er mikilvægt að átta sig á því að þú ert hér núna en þú ert með opportunity til þess að komast á einhvern annan stað sem er langt til að vera á en þá þetta elskar náttúrulega þetta ferli og samþykja á leiðinni og það er búið að taka ég fór í eigin rekstur þegar ég útskrifast úr Verslunarskólann og það er 2014 og það eru 7 ár síðan ég er búin að vera í 7 ára að þróa það að ég geti gert allt sem ég langar til að gera í dag sko. Ef einhver hefði sett í 2014 nokkuð mun taka 7 ára að vinna þau upp í það stöðu sem þetta í dag þá hefði ég hugsað fuck, ég hef ekki tími ekki sens, bara ég glemdi hugmyndinni sko. Það er síðan bara 7 ár líða og búið að vera fárlega gæfuríkt tímabil og er komin í þá stöðu í dag þakk sé öllum þeir sem eru í kringum mig ég væri ekki sitandi hérna maður væri fyrir svæp fyrirtæki mitt og teimi í kringum mig, fjölskyldunum mína vini mína og allt þetta til þess að aðstofa mig við þetta og þar leiðandi einmitt komin í þá stöðu að ég get valið það sem ég er að gera í dag, það sem ég vil gera í dag og ætla að halda því áfram og markmið mitt í lífinu bara gefa eins mikið af mér og ég get og og fá þetta, ef ég get sletta þess abundance í mitt líf sko. Bara, það er engin takmörk sko. Algjörlega Hvað hélstu einu sinni að væri satt sem úrstu öðru máli í dag? Er eitthvað sem við þurft að aflæra? Það er mjög mikið af hlutum sko. Það er alveg mjög mikið af hlutum sem að mér fannst einu sinni vera satt en er ekki satt í dag. Ég ætla bara að fara að klála í því vorum aðeins að grínast með þetta í byrjun.
með skilgreiningar og þetta hann var alltaf og mér, þú veist, ég trúi því og mér var satt einu sinni að ég væri þú veist, það sem ég að gera og væri í rauninni gjörðirna mínar, ég væri auðvitað ég konstantli það sem ég að gera en ég meina sko að ég sé starfsheiti mitt, ég útliti mitt, ég eitthvað sem að eitthvað, þú veist ég í rauninni bara það sem ég á þeim tímapunkti sem ég núna, skilu. Til að taka dæmi, skilu, ef ég myndi trúa að ég segi ég almennt skipulagður, en ef ég segi ég sé skipulagður, hvað gerist þá þegar ég óskipulagður? Ég þá ekki ég sjálfur? Ég bara eitthvað týndur, skilu? Þannig ég minnst alltaf í lagi að vera óskipulagður þegar í réttu mómentunum. Ég hollur, ég borða hollt, skilur mig. Hvað þýðir það ef þegar ég fæ mér síðan óhollu líffræðilega máltíðina, skilur mig? Þannig að þú veist, satt, það sem ég fannst eins og satt og það ég skilgreindi mig sem einhver einstaklingur sem gerði X og þegar ég gerði ekki X þá skammaði ég sjálf mig. Já, stutt í dómarum þá. Það var mjög harkalegur. Harkalegur, bara, þú veist, ég var bara fyrir ekki lengra síðan, svona 4-5 árum síðan, þú veist, þá var ég bara gefa út hollt lífverðni á Instagram og borða hollt og allt þetta og skilgreindi mig þar, þú veist, ég holl líka á Instagram, ég alltaf í ræktinu og allt það og þá fannst mér stundum óþægilt að fara inn á skyndibitastaði, sko. Ég hugsaði bara eitthvað, hei, ég þurfti svona, jafnvel einhver kemur upp að mér og segja bara, hei, hvað er þú að gera? Ég bara, já, ég bara fá mér einu sinni viku, cheat máltíðina mína. Hvernig ekki skýt saman, skilu, ég ekki að spyrja það, bara, hvað er það að gera, skilu? Já, nákvæmlega. Ég það réttlæta mig, bara eitthvað, já, ég nú komið það í, nú maður að fara að leifa sér. Já. Ég var bullshit, skilu. Maður hefur alveg verið sem aðstæður líka sem að ég hugsa að segja, já, kannski, eins og bara sem að vera í boði og var einhver kaka eða eitthvað, maður svona, hann alveg til ykkur, nei, ok, ég ekki gaurinn sem fær sér köku, maður hefur alveg verið það, skilur, sem bara, fáðu þið fucking kökuna, sko. Akkurat, og 100%, sko. Og þar alveg er þetta, að trúa að maður sé eitthvað X og þegar ég óskipulagur, þegar ég basically fokka upp, þá ég bara það í því momenti, skilur mig, og vinn úr því, skilur, samþykja. Fokka upp, þá ég tala bara, þú veist, að ég mjög skipulagur almennt, og ég tala almennt, skilur mig, kalendarinn mitt og allt hannig, en ég skilgreinir mig ekki sem það, þannig ef ég seti eitthvað vitlaust í kalendari eða eitthvað sem gengur og gerist, þá ætla ég ekki að berja mig niður fyrir að þegar ég mæti á þú veist, hvað ég segja, seint á einhvern fund eða eitthvað út að ég gerir mistök, skilu. Þá frekar samþykja það bara, auðvitað, bara þakka fólki fyrir þolinmæðina og gerir mitt besta til að gerist náttúrulega ekki að þeim ég langar að það gerist ekki oft. Og sem betur fyrir hefur maður treyna sig í að það gerist ekki oft. En já, klárlega, og ég held til líka bara, þú veist, algengt að við festumst í skilgreinum okkar og þú veist, og þá fyrir þetta að vera, þú veist, þá fyrir skilgreiningin að stjórna okkur en ekki bara hver við erum, að stjórna hver við erum, fattar mig. Þá kannski erfið að vera trúmanni sjálfum og svo framvegis. 100%. En samt, þú veist, okkur líður ekki án skilgreininga, skilur við. Maður getur að nota skilgreininga til einhverja leiti til góðs, þú verður ekki eins nægin, skilur mig. Akkurat. En þú veist, fyrst og fremst erum við bara, held ég, manneskjur. 100%. Og ég held að það sé svona besta leiðin til að skilgreina sig, held ég. Akkurat, og líka bara með, ég get alveg skilgreint mig núna, skilur, ég sá sem ég akkurat núna, ég ljósarður, skilur mig, en ég verði ólíklega ljósarður forever, skilur mig. Þú veist, ég veit ekki hvort ég fá skalla, skilur mig, ég bara samþykja bara það sem að gera, skilur. Þannig ég actually eins og ég núna. Akkurat þessi myndband einhver að horfa á mig núna, þá getur skilgreint mig útlitslega, skilur. En það bara það sem ég ætla ekki að gera konstantli skilgreina mig útlitslega, því að ég veit að maður breytist, það partur af, það fallegur partur af tilvörunni að við eldumst. En pældi hvað rosa margir og í svona afneitu við að eldast og útlitstengt og eitthvað svoleiðis. Það er búið skilgreina sig svo í gömlu, maður var sætur í gamla daga, maður var þetta. Já, nákvæmlega. Þannig að það er eitthvað sem allan að persónulega vinn ég mikið í því að lágmarka í mínu lífi að skilgreina mig hluti sem að ég bara eru breytileg, sko. Já, þetta er góða punktu með hræðsluna við eldast, sko. Að við séum bara, þegar maður á að breytast að einhverju leiti, skilur við mig, ég meina, það er bara óumflýjanlega þáttur lífsins til sem maður eldist bara í bara líffræðilega, skilur við. Þannig að, mér finnst ekki, það þarf ekki að vera að mínum þetta ekkert slæmt. Mér finnst það bara fallið, það er eins og við færum nú að fara að hausta, skilur mig, og við varum bara sittandi úti, alveg miður okkur yfir því að laufblöðin séu orðin svona litrík og lúin í á trjánum og svo í vetur þá fallaðu og við alveg miður okkur yfir því að þessu engin lauf, skilur mig.
svo bara, þú veist, þetta bara öll þessi season falleg, skilur. Já, nákvæmlega. Bara þegar það vor, sumar, blómstar allt, haustið og svo veturinn. Þetta bara eins og life circle eins og ég horfa á það, skilur. Þannig að ef maður miður sín yfir því að laufblöðin sé að falla trjánum sem ég bæði mjög fallegt, bara mín allan upplifun, þá finnst maður það sama með að eldast, sko. Það mjög góð punktur. Og hvort að það blómstri aftur einhver staðar, annar staðar, í einhver annari veröld eða eitthvað dót, veit maður ekki, en það skiptir mér allan ekki máli í dag. Nei, því þú ert ekki skilningur. Ég er bara hér akkur núna og veist ekki næs, sko. Fyrst það næs? Já, párlega, sko. Og það er ekkert eðlilega mikið af áhorfi og hlustun á þessu stúdíóinu, sko. Já. Ég finn bara hlustunin á árið, sko. Hver er helsti vendipunktur sem þú eru upplifað lífinu til þessa? Þeir hafa þó nokkrir maður. Þeir hafa þó nokkrir? Já, þeir eru konstantli alltaf maður en svona einmitt kannski fyrsti svona vendipunkturinn sem að breytti svona stefnu mínu í því sem ég er að gera og kannski einmitt svona partur af náttúrulega því að maður fór í aðra pælinga og náttúrulega þegar maður hættir að þú veist maður er mistir trúna sjálfur sér að vera fótboltamaður, knattspyrnumaður og þar var svona bara æskan mín og úrlingsárin bara, ég ætlaði að vera fótboltamaður, skilu og svo bara kemur vendipunkturinn að ég bara fyrir að mista trúna sjálfur mér þar alveg fyrir að æfa minna þar alveg fyrir að vera verri og ég skildi ekkert í þessu og svo var alltaf bara svo var reglulega að vera að labba upp á mig og segja, hei, hvað, bara hvort að vera einhver staðar í Vestló eða einhverjum skemmtunum eða eitthvað, bara eitthvað, já, bara, þú varst svo góður í fótbolta, þetta hættur það. Ég er enn að það æfa, sko. Ég er enn það í fjölni, sko. Og eitthvað svona dót sem ég fór að skilgreina með mitt, ég var góður og allt þetta dót. Og þar lendi hætti í fótbolta, fyrst og fremst út af ég misti trúna sjálfum mér, sko. Og þar kemur vendipunkturinn inn að eftir einmitt frábær ár, þú veist, í kjölfarið sem var 12.0 og 8 eitthvað sem ég var að gera, skemmtiefni sem ég var að gera fyrir fólk og gleðja, þá hjálpaði það mér að átta mig á því að ég ætla aldrei að sleppa tækina á því sem ég trúi sjálf mig, eða þú veist, trúi draumunum mínum, ef ekki dórað þannig og þar lendi það eitt stöðsti vendipunkturinn í mínu lífi á mjög mörgum öðrum, sko, gífilega mörgum öðrum, sko. Já, það er bara vendipunktur en hægri vinstri og það er alveg bara Hamalega. Það er vendipunktur alveg, sko, við ræðum þá setna við förum við þá setna part 2 Já, ok, þannig að vendipunkturinn hafa mistrúna í fótboltanum, þá fór trúin á annan vettvang og þú ert búin að vera, bara í löngu í rauninni bara ferli sem er búið að vera breytanlegt líka og svona þroskast í því ferli. Ok, það var svona, já. Það er 9 ár síðan ég hætti í fótbolta. Já. Og 7 ár síðan ég fór að vinna sjálfstætt. Já. Og svona 5 ár síðan ég fór að byggja upp trúna sjálfum mér. Já. Og hafði miklu trú á sjálfum mér í fótboltanum sem úlingur. En núna hef ég aldrei að minna æfi haft jafnlega trú á sjálfum mér og ætla að halda því að viðhalda því og gera það að sem sagt, já, það er bara æfing, skilur, treysta sjálfum mér, þú sjálfstraust, trú á sjálfum mér, skilur, treysta sjálfum mér til þess að tækla, ég treysti sjálfum mér til þess að fara núna er næsta skref hjá mér að fara til London, búa þar, stækka fyrirtækið sem að ég og Gunnar Birgisson eigum saman og erum í góðu teimi að gera að fara þangað og bara treysta sjálfum sér til þess að tækla hvað sem gerist. Ég veit ekkert hvað gerist. Þú veist, í rauninni þessum mómenti núna og að horfa á þetta tilbaka, það verður einhvern sem maður horfir á þetta tilbaka, þá veit ég ekkert hvað er framöndan, annað það að ég er með plan sem að ég veit að mun breytast en ég ætla að gera mér alltaf besta, sko. Og treysti sjálfum mér og er búin að byggja upp traust hjá sjálfum mér að treysta fólki í kringum mig að við ætlum að tækla saman hvað gerist, saman hvernig ferðalagi verður. Og það er það sem að ég gerir mig, þú veist, öruggan það að framöndan er góði tímar í heildina, sko, stöðugt, þetta er ups and downs, sko, en ef að slæmi tímandi verða í rauninni, sko, þú veist, það er svo merkilegt að átta sig á því, með vendimútar, átta sig á því að erfiðasta sem maður hefur lent í, versta sem maður hefur lent í, hvað ég segja, bara verstu mómentin sem maður upplifað, verða í rauninni bestu, hefur einhver að tapa, sko, þú veist, ég gerir mitt besta, ef það kemur erfitt eitthvað út af því og það er að versta sem ég upplifi, þá veit ég samt in the long run að það verður það besta sem komið fyrir mig, skilja.
Þetta bara trú sem ekkert scientifically proven að gerist að versta hjálpa mann að finna það besta, það bara eitthvað sem ég trúi sem hjálpa mér að vinna betur úr hlutunum og náta til þess að blása í seglinn hjá mér, sko. Mér finnst líka orða þetta, þú veist, sko, orða þetta með að fara út, sko, veist ekki alveg, sko, veist ekki nákvæmlega hvað mun mæta þarna, skiljum, og það verður ups and downs og svona, en þú hefur, að þið hafið trún á því þú hefur trún á því að þegar ef eitthvað gerist og þegar eitthvað gerist eða hvað sem gerist, að þá hafið þið möguleikan og verkfærin til að díla við það eiga við að komast í gegnum það 100%. Mér finnst það flott skilgreining á sjálfstrausti eða sjálftrú, að þú veist að það ekki beint eitthvað svona, ég veit ég mun gera allt þetta mun allt vera bara perfekt og því ég svo frábær að þá mun ég bara massa þetta. Það frekar að þú veist að trúa því að saman hvað gerist, ok, ég hef trú á sjálfum mér í þessu verkefni eða þetta markmið sem ég er að stefna á, að ég muni ná þessu markmiði og ég hef trú á því að ég muni ná því endanum, en þrátt fyrir það að þá saman hvað kemur upp á leiðinni, að þá hef ég trú á því að ég geti tækla, það getur vel verið að fara ekki allt minn veg 100%, það fer ekki fyrir mig en ég hef styrkin í það að þegar það kemur, að þá hef ég styrkin í það að takast á það 100%. Mér finnst það þetta er góð skilgreining á svona að hafa trú á sjálfum sér, sko. Algjörlega, og hjartanlega samlega í svona segðana og einmitt það að vera með trúna á sjálfum sér ekki einmitt að ég er bestur og geta allt, nákvæmlega. Þá hleypur það vekk, sko. Ég hlaupa þann vekk oft. Ég hlaupa þann vekk oft. Ég hef alveg raukið með þann vekk, maður held ég sem með þetta og bara bam, lífið. Já, og þá þarf maður að setja niður, aftur fara yfir þetta, ok, hey, bara ég er með ekki, þú veist, ég er ekki með öll svörin, skilur. Ég er með einhver svör sem hjálpa mér hverju stíði, skilur mig, en vákvæði þarf að leitast til svara, skilur mig. Ég þarf að sækja góðan vinskap, skilur. Við höfum átt mjög góð spjöll í gegnum tíðina sem eru aðstofa mig að finna svörin og allt þetta, skilur. Og mikið góðu fólki í kringum mann sem aðstofa mann við að finna svörin. Ég veit að ég er ekki með svörin og ég veit líka það að ég er ekki eins með spurningarnar sem ég þarf að spyrja mig stundum, sko. Já, nákvæmlega. Þannig maður þarf bara að hafa á hreinu að það er alltaf lægi að fá aðstóð. Það er alltaf lægi, þú veist, ég ætla bara að ganga það langt að segja bara fyrir mig allan er krúsjál að fá aðstóð. Það er krúsjál að leita til þeirra sem hafa prófað eitthvað áður og gert eitthvað áður. Að ég trúi því að þessu munstur í þessu, sko. Munstur sem að þú ef þú fylgir X þá gerist X. Af því við erum ekkert að upplifa neitt nýtt, skilur. Hvað er 7,7 biljón milljarðir manna í heiminum og þú veist, það er ekkert nýtt í þessu, sko. Nei, nákvæmlega. Við erum öll upplifað í rauninni, auðvitað hver einn upplifa sitt og við erum ekki að bera saman einhver hluti, en það eru mynstur. Ef þú gerir X, þá færðu X. Ef þú heldur áfram að gera einhver hluti, þá færðu það útkomu, sko. Og eitt af því mynstur er að fá hjálp frá öðrum og einhverjum mentorum og svo framvegis. Allar mínu fyrirmyndir, allar sem ég bara talandi bækur og allt þetta, tala að krúsjál sé að vera með mentor og vera með einhvern sem er aðstofa sig við að einmitt að svara spurningum og spyrja sér spurningar, sko. Algjörlega. Krúsjál, sko. Krúsjál. Hver er uppáhalds tilvitnunum þín og af hverju? Það er ógeðslega margar. Þetta er rosa mikið af hlutum, sko. Það er aldrei eitthvað eitt og segjum þau bara eftir hvað er allan á hverju stundu, sko. Já, hvað er gerast í hverju stundu í lífunni líka og það er þannig, sko. Það er bara þannig, sko. Og en já, það er vel þannig lengi í huga mínum, sko, tvær tilvitnanir sem er mjög góðar. Það er tilvitnunin reyndar ensku. You can do anything but not everything. Og mér finnst það alltaf ávart, þú veist, að þú getur gert hvað sem er en ekki allt. Það er lendið að velja og þú ert að vera hræddur við að velja eitthvað og keyra á það. Já. Af því að ég get sett þér það bara hlustandi góður og það sem þú ert að horfa á. Ef þú velur ekki neitt, þá færðu allan ekki. Það er eina svarið. Ef þú ert að hoppa á milli hluta, veist ekki hvað þú vilt og getur ekki tekið ákvörðun og það sem ferð, sem vilt, skilur með 5 hluti fyrir frá mig, og þú getur ekki tekið ákvörðun hvað þú átt að velja, þannig að þú frestar því og heldur bara áfram og þá færðu ekki neitt af þessu, sko. Það er ákvörðun fyrir sig. Það er ákvörðun fyrir sig að gera ekki neitt. Og versta ákvörðun er að taka ekki ákvörðun. Og þannig er leiðandi, en bara keyra á eitt. Fara all in í það, fulla trú og það er alltaf lagi að hlutinu sem breytist en alltaf keyrið á eitt sem að kalla tíðin og það er einmitt þetta, you can do anything but not everything. Svo er það önnur sem er mjög svipað. Ég veit æsagt um þetta eins, en mér finnst það svo áhugaverð og því ég held að sé eitt sem einkenni bara okkar tilveru, það er ákveðnir
möguleikar, það endast það möguleikum í rauninni, skilur mig. Og sem getur verið, það gott frelsi í rauninni og maður myndi halda að það væri bara kostur, en það ekki kostur og tekur ekki ábyrgð, þú hvernig tekur ábyrgð, það með því að velja einhverja ákveðna möguleika og keyra þá. Akkurat. Sem út af því að því að það er svo oft og maður hefur alveg, þetta er eitthvað sem ég þarf að læra út lífið, það er, þú veist, að stöðugt að vera minnka möguleikana, skilur mig, að keyra og fá á boltastæðin fyrir að ætla að fara að gera allt í einu. Og ég held að margir svona hræðast þetta, að fara að stökkva á einhvern bolta, því hvað gerist fyrir hina möguleikana, fattar mig. Þannig að mér finnst það bara mjög hrifin að þessari tilvinnun og þessum pælingum. Og þetta er bara eins og þú segir, þetta er eitthvað sem hefur alltaf hjálpað mér mjög mikið, sko. Og svo hinn tilvinnin er mjög svipuð, byggð á sömu orðum. How you do anything is how you do everything. Þetta finnst mér rosalega áhugavert af því að við erum það sem við gerum repeatedly. Ég er það sem ég geri stöðulega, skilur. Það er leiðandi ef ég geri þennan hlut vel og bara þá er mjög líklegt að ég gera alla hluti vel how you do anything is how you do everything. Þannig ef ég vanda mig og venja mig á það að gera mitt besta, ég ætla að nota það orð, ég ætla að segja bara gera mitt besta, ég ætla að venja mig á það sama hvað það er, sama hvort það er að vera einmitt umsjónamaður nú en með þessum við teiminu gaman að þessu að bara vera umsjónamaður á skrifstofunni, það er ekki skemmtilega sem maður gerir, sko. En ef maður gera, ég vil gera það jafn vel og ég geri hitt, af því ég er umsjónamaður, mér finnst mjög mikilvægt að vera með hreint í kringum mig, skilur. Og þegar ég er umsjónamaður einhverju vikunar upp skrifstofun, þá geri ég það eins vel og ég geri hina hlutina, af því að hvernig þú gerir þessi hluti er það hvernig þú gerir alla hluti, skilur. Og þetta verður mér alltaf áhverð, sko. Já, hann er bara eins og ég manna Óli Stef nefndi einhvern tímann, ég nefndi hann aftur í podcastinu, en allavega þá var í myndin hans þá var hann að segja, við erum skýtsama hvort sé að flippa burgers, hann spila handbolta, það sem ákveður að gera, hann gerir eins og fucking champi. Og það er bara að gera allt eins og bara meistari, sko. Akkurat, algjörlega, það er bara þannig. Og þá ertu komið það habit og hvað gerist þá það er ekki tilviljun að fólk nær árangri, það er ekki tilviljun að einhver sé eins og hann er. Já, ég líka það var einhver sem komið góða punktum daginn, sko, það var það tekur langan tíma á að gera þetta eins og meistari, gera þetta eins vel og maður mjögulega getur og gera þetta með hálfur hendi, sko. Það tekur eiginlega jafn mikið effort og jafn mikið langan tíma, sko. Og í stundum tilfellum, allar mínu tilfellum getur það tekið styttri tíma, sko. Já. Af því að ef þú ert að gera þetta hangandi hendi, þá ert að fara einu og annað og þá ertu ekki jafnvel lengur að gera hlutin heldur og sér bara kláran, bara fullan fókus, kláran, sko. Þannig að þetta er mjög góð punktur, sko. Hvaða nýja trú, venja eða hegðun hefur bætt lífið hvað mest undanfarin ár? Þetta er mjög góð pæling, mjög góð spurning. Trúin, ef við erum allan í trúna, nýja trúin, ég myndi segja að það væri bara ég myndi svo svolítið að tala áðan, kannski, ég myndi trúa því að sko aðstofan sé svona, að hún sé að þú veist ekki veikleikamerki, sko. Já, biðjum hjálp sé ekki veikleikamerki. Já, biðjum hjálp, sko. Að fá, biðjum aðstoð að það sé ekki veikleikamerki eins og maður hafði áður fyrir. Trúi því að þá væri ég bara weak, skilur. Þá ég myndi vera að biðjum aðstoð, sko. En núna trúi því að það sé í rauninni styrkleiki að geta sett fram hendina, sko. Já, nákvæmlega. Og þá líka með auðveldar fyrir mann sjálfan að ég veit hvað þetta er mikilvægt að setja fram hendina og aðstofa aðra, sko. Já, nákvæmlega. Þegar ég geng út af það að aðstofa ég bara tilgangur minn að þessum tímútum mín lífi er bara aðstofa aðra við að vera best útgáðan sjálfur, aðstofa aðra við að gera sem þeim langar til að gera. Eða aðstofa aðra við að vera þeir sem þau vilja vera. Þá er svo kaltæðins þetta ef ég var undir trúa því að aðstofan væri veikleik. Já, nákvæmlega. Skilu, þannig að það var eitthvað klálega eitthvað fyrir nokkrum ára síðan sem það var eitthvað sem haldi aftur með en nýja trúin síðustlega árin hefur það aðstofan að biðjum aðstofa er bara styrkleiki, sko. Venja. Ég er mjög hrifinn af venjum, sko. Já, venjukall. Mikil venjukall, sko. Og við erum í rauninni öll venjur, bara spurning hversu conscious, hversu meðvitaður úr þær. Já, já. Að því bara er núna með þess að bara 14 manna hópi í svona intern programmi hjá okkur í Svæp núna og dæmið það bara svo að það setjast allir sem sætin alltaf og þetta er bara mjög náttúrulega þekkt. Já.
þetta er bara venja, við erum svo vanaföst og sem taka eftir aðrir eru ekki eins mikið að pæla í og pæla í venjónum sínum skiptir mjög miklu máli og talandi venju þá sem mjög áhvert að fara yfir á þannig að þú veist frá mínum bætirum og það sem ég hef kynnt mér og það sem ég hef upplifað það að góð venja er sko fyrst pain fyrst sársauki þú veist skilur og þrýsta venjunu það gegn og svo er það veljan sko talandi bara kalda sturtu skilur mig þú veist það er bara triggerin er bara klukkan er x fyrir mig triggerin ég búin í hérna gyminu þá fer ég kalda potta í kalda sturtu leiða ég búin í gyminu þá veit ég það triggerin minn er bara tími á þessum tímúti tími og náttúrulega það sem ég var búin að gera áður og þá kemur þessi rútína sem ekkert eitthvað endilega næs sérstaklega ekki þegar maður að mana sig upp í að fara undir sturtuna bara eins og í morgun og ég hugsaði bara í morgun ég nenni þess ekki líka mér bara fyrir bara inn því það er svo mikið vanja ég myndi vera vókslega bara ég færi ekki þá myndi það skrítið fyrir undir sturtuna og leiði komin í sturtuna þá var þetta kalt en ég er svona byggjast upp byggjast upp ánæðin skilur mig og með sjálf sig og svo fer maður úr sturtunni þá kemur þessi tilfinning bara nice, auðvitað þarf maður að æfa sig líka að samþykja kuldan alltaf og æfa sig í því að elska það að vera í sturtunni og það er klárlega eitthvað sem maður er að gera en það kemur síðan einhver tilfinning eftir að maður er búin að samþykja þegar maður fyrir úr henni sem er svona þessi velíðuna tilfinning algjörlega sem lifir ógeðslega lengi og þar leiðandi er einmitt good habit þá er rauninni bara triggerinn svo rútínan er oftast erfið svo kemur þessi velíðun en bad habit er oftast sko trigger góð tilfinning, hakka eitthvað í sig að gera eitthvað, svo kemur þessi refsing sem er refsing það er munurinn á mínum mati good habit og bad habit sko. en venjur venjur eru til þess að venjur innihalda vísbendingur umhverfinu, þú veist, það var tíminn á þér eða eftir æfingu eða skrefið í áttanaklefanum eða whatever hegðunin er að rútínan er að fara í pottinn og síðan er það vellunin fyrir að fara í pottinn í rauninni. Þetta er svona, þess vegna er svo mikilvægt eins og að, eða ekki mastera í rauninni sko umhverfi hjá sér í fyrsta lagi, þú veist, þú ert líklegri til þess að, ef þú ert með íþróttu þitt klárt, þú ert að fara að sofa, þá ertu líklegri til að taka æfingu að fyrst, þá ertu ekki með það klárt. Og að og líka þegar maður vill, að maður getur haft áhrif á venninu sinni með því að breyta vísbendingu umhverfinu, en líka með því að breyta hegðun en fá sambarleg velun, til dæmis eins og, því að hann talaði þessi ógst erfitt að hætta einhverju venju, en þú verður að koma með eitthvað í staðinn, þannig að ef ég bara elska að borða súkkulaði eftir hádegismatinn, fá mér eitt stykki, skilur mig, að þá var mjög erfitt fyrir maður að hætta því alveg, en hugsanlega gæti ég breytti í nei, ég get döðlustykki, ég get fengið mér jarðabir í staðinn, ég get fengið mér eitthvað sem ég myndi og því ég bara krefa sykurinn, skilur mig, að það myndi að gefa mér sambarleg velun, og þetta sé þetta var smá svona Mér finnst það góð, frábær út og mikilvægt fyrir hlustandan að heyra þetta á mínum mati, að því að þú í rauninni virðist vera nánast ekki, þú getur í rauninni ekki hægt, þú þarft að sveitsa út, þannig erum við bara og allan að þú veist, auðvitað er allt hægt en þú veist, allan að það er klárlega meira og vænlegst til árangurs þegar þú sveitsar út og fer þá í rauninni, tekur þetta litla skref úr súkkulaðinni í eitthvað aðeins minna sem er þannig, svo hægt og rólega það fara að vera bara vaskla, eða þú veist, með tímanum hægt og rólega verður þetta sem bara vaskla, skilju það er bara fárlega mikil fyllinga, oft heldur líka minna ég þurfi að fá og svo bara drekja vatni og það er góður sko. Og það hljóma mér fárlegt og ég man eftir sjálfur ég var að heyra þetta fyrir 5-6 árum bara vatn í staði fyrir hvað rugla hvað bull er þetta sko. En svo er það bara ógeðslega merkilega fylling sko. Því að bara, þú veist, við líka eftir að hafa prófað fasta og eftir að hafa prófað sem sagt, bara svona þessi líffræðilegu svona þarfinnar okkar, prófað að vinna með þær, ekki gegnum en með þær áttum að sá því að söngdartilfinning er bara habit sko. Ándjók sem að kemst í gegnum sko. Maður er bara söngur á þeim tímpúti sem maður vanur að borða og svo bara búið maður bara hvert fór þú veist nákvæmlega, maður myndi bara magnast upp en það kemur bara í bylgjum kemur bara í bylgjum sko. Þannig að það er lágurt og svo ertu með hegðuðinni þannig að ég kom nefndir ekki inn á venjuna en náttúrulega venjan er ég var bara að tala um venjur venjan mín sem að hefur breytt hlutunum þú veist,
hour of power, skilur það sem ég kalla bara bara hugleiðsla mín, sko. Venja sem ég byrja mótnana mín á hreyfingu. Eftir hreyfinguna eitthvað sem að undanfarn ár hefur verið að hefur verið eitthvað sem hefur hjálpað mér hvað mest. Það hugleiðsla, undurnæfingar og annað eftir gym, hvað sem eftir æfingu. Já, það klukkutími sem tekur í það. Já, sko, það mjög mismunandi. Það allt frá korter upp í klukkutíma. Já. Og kannski að ég teki algjörlega bara svona educated gisk, þá þetta kannski svona 45 mínútur. Að ég veit hvað breathing exercise mín eru lengi, hugleiðslan og svo teygja þetta mínar. Þetta svona cirka 12 til 15 mínútur hvert, þá það 45 mínútur cirka. Þannig það svona oftast. En síðan getur verið þannig maður fyrir eitthvað lengri hugleiðslur, 20 mínútur hugleiðslu eða eitthvað svoleiðis. Fer eftir degi og stund, sko, bara hvernig maður upplagður, sko. En bara, ég man nánast ekki eftir deginu sem var allan ekki 10 mínútur, 15 mínútur sem var tekið hugleiðslu, sko. Bara þú veist, það allan klárlega svona foundationi, sko. Hugleiðslan. Þannig já, það það. Og já, það var þessi 3 hlutir, og svo hegðuninn mitt. Hegðun, þannig já, hvað nýja hegðun. Það þetta mjög góð spurning. Hegðun sem ég hef verið að tileinka með síðustu árin. Bara já, ég hef spurning hvort að segja þetta flokkar sem hegðun. Ég elska að fá feedback. Ég veit ekki hvort að segja hegðun. Hegðun og sæki feedback, kannski? Já, kannski ég veit ekki. En allan að þú veist allan að þá rauninni, ég hegða mig ekki út frá feedbackinu, en ég fæ feedback og þar alveg fæ upplýsingar sem hjálpa mig með hegðun. Já, þú sækir í hegðun, sækir í endurgjöf til þess að, það finnst það fárlega mikilvægt, sko. Þegar ég segi, ég veit ekki, ég ætla bara að segja, ég veit ekki shit, skilur mig, þú veist, ég er bara að gera mitt besta og geggja að fá fólk í kringu sig sem að, er að segja, við mann að, þetta eitthvað sem að mér myndi finnst þú geta lagað, þetta eitthvað sem mér finnst þú geta lagað og allt þetta, og síðastlegin ár hegðunin þá rauninni bara að sækja í endurgjöf, eins og þú segir. Ég tala mjög mikið í feedback á hana, og þetta gaman að skoða hans betur þessi íslensku orð sem endurgjöf, það er mjög gott orð. Já, endurgjöf basically bara því að, þú veist, endurgjöf svona, hvað er hann að minna endurgjöf? Endurgjöf rauninni bara að fá einhverja upplýsingar frá einhverjum öðrum eitthvað sem þú ert að gera gott, það ekkert að vera slæmt, eða eitthvað sem þú gæti gert betur basically. Og þú þarft ekki alltaf að vera sammálaði, þú veist, en þú ert að fá einhverja, þegar þú veist, ég man að gestur Pálma sagði þetta you don't know what you don't know, sko. Já, akkurat, það er ekki punktur. Þannig að þú veist, það er blindi hliðana, sko. Þannig að vera opinn fyrir því, sko. Og einmitt með þetta talandum bara þá endurgjöf og talandum gagnrýni, fengið góðan skóla í gagnrýni í því sem ég verið að gera. Og mér finnst það bara ómetanlegur partur af mínu lífi er það að fengi svona rosalega mikla og öfluga gagnrýni. Þetta bara þetta ekki skóli, þú veist, þú ferð ekki í gegnum, þú getur ekki lært þetta mínum að ég get ekki lært þetta með að lesa, sko. Að fá gagnrýnina frá ýmsum áttum og þeim svona harkalegum hlutum sem að, harkalegum nótum sem maður hefur fengið í gegnum tíðina eitthvað sem að, ég er mjög þakkláttur fyrir. En fyrir mér þetta það bara upplýsingar. Hrós einhver mannskja að segja mig þessi geggjaður í einhverju og góður í einhverju og bara, ég sé bara framúrskarandi eitthvað svona, mér finnst það frábæra upplýsingar, bara ég tek þessu upplýsingar og ég er að gera eitthvað vel tek þessu upplýsingar og vinn úr þeim. Bara er ég að gera eitthvað vel gagnvart þessari mannesku allan þessum hópi sem finnst þetta. Svo fæ ég bara eitthvað mitt bara heimskur og á þetta alls saman. Ok, geggjaður upplýsingar, skilur. Hvað getur unnið með hér? Hvað er blindspotið mín? Hvað er ég ekki að sjá? Alveg gott. Það er svona slæmgaggrinni og góðgaggrinni. Ef maður horfir á þetta bara sem upplýsingar, þá er þetta bara upplýsingar sem ég tek inn sem að ég get unnið úr. Ég fer alveg að peppa ára kottan þrátt fyrir að ég búið að drulliði mig, svo þarf maður líka aðtöku hvað maður er að hlusta á. Ég hlusta á fólk sem mér langar til þess að, þú veist, líkjast eða allan að eiga líf sem er svona sambærilegt. Ég er ekkert sérstaklega hrifinn að hlusta á einstaklingar sem að ekkert að þessi eitthvað að þeim lífstíl eitthvað, en bara eitthvað sem að bara svona heilla mikið og þar leiðandi einmitt teki bara þessar upplýsingar og fer með ára kottan og hugsa bara ok, hvað get ég gert við þessar upplýsingar það að vera einmitt betri maður, sko. Og harkalegar upplýsingar sem ég fengi um tíðina hafa alveg hjálpað mér mikið, sko.
tvítugur og ég eitthvað stættur á einhverju skemmtista og gæði rífur í mig og segja, hvað heldur þú sért? Heldur þú sért betur en við hinn og ég bara eitthvað, what? Ég var eitthvað, var ég að segja það? Var ég að gera eitthvað? Þá var það bara af hans upplifun af minni, þú veist, tilvistan inni, skiljum og ég bara tók þetta til minn og hugsaði bara, hvað er ég eitthvað augnaráði, er eitthvað svona sem ég er að bara, er eitthvað vibe skilur, sem ég er að gera og þetta tók ég eina nótt, sko tók alveg 2-3 ára að pæla í þessu svo lítið tilbaka á myndir af mér, ég bara, gattið það var eitthvað væpið var bara shit maður, hvað held ég að skilu, en það var alltaf bara partur af þessu skilu og svo horfa gömul myndbund af mér bara eitthvað vera bara eitthvað í gera eitthvað alls konar hluti og í þú veist áttunni og ég bara, wow maður, hvað þetta er ekki væpið sem ég allan vil núna þetta er væpið sem að ég gerði allt sem ég gat og því sem ég kunni og vissi á þessum tíma skilur ég hef ekki verið að niðurlægja aðra eða eitthvað svoleiðis allan ekki gert mér besta til að gera það ekki veitu það komið fyrir að maður farið yfir striki einhverstaðar og verið með eitthvað joke eitthvað sem hefur verið einhverju tekið inn á sig og byrstu í einilega afsökun á því auðvitað en það var aldrei ætlun það var aldrei intentioni að vera vondu þannig að það var ekki það þetta var bara eitthvað vibe og núna þegar maður skynja vibe betur einhvern veginn allan og ég skynja sjálfa mig betur og skynja fólki kringum mig allan betur eins og ég trúi því allan og þá fattaði ég bara það vibe og ég var bara bara mikilvæg lærdómur sko. Já, algjörlega og já, bara 100% og þú komst inn á einhvern punkt á hann sem ég langaði til að ræða það var að, já, ef þú ert þú veist, ef þú ert ekki að líta tilbaka á því í fortíðinni ár eða 3 ár eða 5 ár þú veist, og þú ert ekki smá svona skelkaður að þú veist, þessi gaur vissi ekki neitt eða eitthvað svona og þá er eitthvað að sko, skilur partur að vaksa. Já, ég held það þá, þú veist, ef þú ert bara sami maður varst fyrir 5 árum ekkert breyst held ég að maður þyrfti að skoða aðeins 100%. Ég sammála þessu, hjartanlega sammála. Jæja, nökkvi. Ímyndaði þér að vera ekki að dæma þig og gæti sett frá einni skoðun sem gæti verið túlkuð sem óvissar skoðun. Ég hef komið út af flest öllum mínum skoðunum sko. En þú veist, skoðun mín er ekkert að segja hvað aðrir er að finna sko. Þú veist, það er í rauninni sko, þú veist, eins og maður þetta hver væri svo óvinnsæla skoðun mín er alltaf bara mín uppbyrjun og hvernig heimurinn er. Ég er ekki að segja aðrir að gera það skilja. Og auðvitað var umdeilt þegar ég tilkynni mig frá því að mér finnst óvinnsæla skoðun mín að ég telji psychedelics ofskynjunar lyf vera að aðstofa mig. Ég hef lesið mikið þetta, ég hef hitt fullt af fólki sem segir það sama en það þá samt ekki við alla. Það er leiðandi það óvinnsæl skoðun því það er bara svona hættulega umræða því að það hefur komið upp sem er í rauninni í öllu það er ekkert algott eða allslæmt það hefur komið upp atvik sem eru bara talin alltaf ekki góð sem eitthvað hefur komið upp á í þessum efnum en það finnst mér hvort það er í öllu skilu þú veist bara keyra bíl þú veist það er slæmt að því þú getur dáið bílsleysi skilu þú veist ég er ekki að bera þetta saman ég bara segja allavega það bara það er ekkert algott eða allslæmt skilu fyrir mig var þetta eitthvað sem aðstofa mig við að opna huga minn psychedelics og svo nú aftur í þá umræða ég tjáði mig það að ég var ekkert á móti því að fólk myndi bólusetja sig meiri hlutin af þjóðinni er búin að bólusetja sig þannig að ég sagði í raun á þeim tímapunkti sem ég hélt að bara ég var ekki að fara að hafa neinn áhrif á neinn aðra skilur ég bara hugsaði bara ok, að fólk er búið að taka ákvörðun þú er ekki að taka tilbaka skilur ég er ekki að segja að fólki er bara eitthvað að fara að taka tilbaka en fyrir mig allan á þessum tímapunkti í mínu lífi þá langaði mig persónulega að bíða með að bólusetja mig ég var ekkert að flýta mér skilur það er ekkert sem ég er að pæla í sem að tengist í að ég þurfa að fá þetta inn líka minn strax og ég er ekki hræddur við þetta bóluefni ég er ekki hræddur við einhverjar aukaverkanir eitthvað svoleiðis ég hugsa bara að þetta er ekki eitthvað sem er fyrir mig núna en það var óvinnsæl skoðun þegar ég persónulega segi frá mínu hjarta ég ætla ekki að setja þetta inn í minn líkamann núna opinn fyrir, ég fær í bólusetningar sko og ég er ekkert búin að útiloka það að fara aldrei í bólusetningu en þá er rauninni, fannst mér mjög áhugavert og þetta verður kannski óvinnsæl skoðun líka nú ekki að það að það sé vera
drulla yfir fólk, ég ætla að segja fólk nú, ég ætla bara að tala fólk yfir almennt, ég ætla ekki að taka það persónulega, fyrir það að segja nei. Þegar við erum í samfélagi sem að ég vil klárlega lifa inn í að við getum sagt nei. Við getum sagt ég vil þetta ekki, skilur. Og það er verið að þröngva upp á fólki að gera X. Ég er sammála ýmsum hlutum í samfélaginu sem við þurfum að gera til þess að standa saman. En þegar það kom í ljósa að báðir aðilar, bólusettur og óbólusettur, geti smitað og þetta sé ekki verið að koma í veg fyrir smit, þessi bólusetningar. Þrátt að ég trúi því og veit og búin að tala við vísindamenn annað sem að er að dæla, sko, er að kynna sér bóluefni og er að vinna með það, trúi því að tölfræði er búið að sýna það að bóluefni er að aðstofa við að minnka sýkingar þegar COVID kemur inn í kerfið, en ekkert smitt. Þannig er ég að taka þessi ákvörðun fyrir mig og það að sé vera að þröngva því upp á fólk. Ég tel mig nóg sterkan, ég treysti sjálfum mig til þess að tækla, en þú sem ert að hlusta og hefur kannski upplifað það að sé vera að þrönga ykkur að þér eða eitthvað svoleiðis, þá vil ég allan að setja mína bara strauma til þín, skiljum, og hvatningu til þess að standa á þínu, skiljum. Og maður svona smá móðsynlega að tala um þetta, því þetta náttúrulega snertir mann djúpt og marga í samfélaginu að líða eins og maður geti ekki valið, sko. Þannig að það er svona, já, óvinslega skoðun. Já, það er kannski það að þú veist, að þú getur sagt nei og fyllt þínu bara hjarta í staðin fyrir að og að sé óvinslega skoðun að fá svona mikið högg á sig fyrir það og fá svo mikið komment á sig fyrir það að það sé að leyfi ekki fólki að taka sína ákvörðun. Akkurat. Það er fyrst mér, þú veist, það er eitthvað, ég vil vera í bara vinhóp, ég vil vera í sambandi, ég vil vera í samfélagi, ég vil vera bara í samfloti með fólki sem að tekur manni eins og maður skilur mig og samþykir það að maður vil ekki eitthvað, sko. Mér finnst líka eitt, þú veist, maður getur alveg verið ósammála einhverju, þú veist, en maður getur samtilega sýnt til skilning. 100%, sko. Þú veist, ég get alveg sýnt með skilning að fara í bólusetningu eða ekki fara í bólusetningu, 100%. En samt ekkert verið sammála því að fara ekki í bólusetningu eða gera það, skilur. Akkurat. Mér finnst alveg bara hver einn á skilja að fá bara að koma sína skoðun á því mitt. Og þannig er að tala um sérstaklega þegar þetta hefur ekki áhrif á aðra, sko. Þú veist, ef ég var að neita að fara eftir umferðarreglum eða eitthvað, skilur, bara eitthvað, nei, ég vil keyra hratt og ekki belti og þá er ég skapa aðra í hættu, en þannig er allan að koma í ljós út frá þeim upplýsingu sem maður hefur og við höfum í dag að þetta er ekki af áhrif á neitt nema sjálfum okkur, skilja. En hvað ef ég myndi bara taka einhvern sem myndi segja, en hvað ef allir myndi hugsa svona? Þá náttúrulega kemur inn á það bara að það eru hver eitt að taka áhættu með það, að rauninni að minnka, þetta getur hjálpað þér að minnka sýkinguna, en ég trúi því líka almennt heilbrigði ef allir myndi hugsa þannig, ef ég myndi taka saman pólinn, ef allir myndi hugsa svona heilbrigði, þá væri við að út frá þeim líffræðilegum upplýsingum sem ég þekki og veit og eru allan þeir sem ég tala við sammála að það aðstoði við að minnka sýkinguna almennt heilbrigði, en ef allir myndi hugsa þannig þá væri við í rauninni, ég er ekki að segja bóluefni væri ekki, en þá væri við ekki eins mikið örugglega að pæla í því, sko. En þú veist, já, bara ég náttúrulega bara get bara sagt frá mínu bæjardyrum út frá því sem ég veit og mínum upplýsingum er það að ég vil sem sagt bara býða þess með þetta. Ef allir myndi hugsa þannig, þá náttúrulega veit ég það að þá náttúrulega væru við ekki, þá væru, ég myndi halda að við værum, ég veit ekki, væru verð sett, af því það er ekki allir tilmúldur þess að taka ábyrgð á heilsunni sinni, skilja. Þannig að þetta er allan eitthvað óvinslega skoðun. Það tók smá tíma en kom síðan, sko. Já. En þú veist, já, bara einmitt, en samt þú veist, þá bara að því að ég út frá tölfræðum manna, þá erum við að sjá það að þetta er já, klárlega eitthvað sem að er að aðstoða og það finnst mér gott. Þannig, en alveg heilbrigði líka, þannig að ég veist það líka bara, akkur ekki bæði, akkur þarf allt að vera þú veist, ef ég segi, þetta er kannski svolítið erfið spurning að því til að það þarf ekki að vera allt eða ekkert. Gerum bara bæði, skilja. Leifum bara hverjum öðrum að meta það fyrir sig. Það er sér aðaladri. Síðast spurningin, ef þú mættir einungis koma einu skilaboði á framfærið þitt, eða framfærið út lífið þitt til annar einslinga, hver væri svo skilaboð? Þetta er frábær spurning, sko. Bara
ein skilaboð sem ég myndi vilja segja við þig hlustandi góður og þessu sem að horfa. Gerðu þitt allra besta að kynnast sannleikanum þínum og gerðu þitt allra besta þrátt fyrir að það sé mjög erfitt að fylgja þeim sannleika og hjartanu. Held að það sé bara skilabóð. Já, þetta voru það fallið skilabóð að ég tími ekki enda á einhver öðru heldur en þeim. Takk fyrir. Gerðu þitt besta raunin að finna þín sannleika og elta þann sannleika, þú var sér erfitt. Það fokkin erfitt, sko. Damn fucking straight. Já, do it. Ég trúi að þú veist að hlusta, sko, og horfa. Það bara hann, sko. Algjörlega. Heyrðu Rökkvi, takk einlega fyrir spjallið, takk fyrir að gefa tíma og gangi ég vel í öllu þínu og ég hlakka til að fylgjast með áfram. Takk sem leiðis, einslegt.